Já, það er komið að helgispjalli Rauðaborðsins. Við fáum hérna einn gest til þess að sitja hérna í rólegheitunum og segja frá sér. Og nú er það Elísabet Jökulsdóttir. Vertu velkomin. Þakka þér fyrir. Ég sótti þig á sjúkrahótelið nýja áðan. Já, ég er búin að vera þar í 2 mánuði að því ég var að fá nýtt nýra, sænsk nýra frá Gautaborg, frá sænskum greifa, þannig að ég er að bíða eftir herragarðinum. En að öllu gamni slepptu að þá, sem sagt, er ég búin að vera nýrnaveik í 5 ár. Ég fékk bætur sem er frekar óvenjulegt held ég. Það var lögfræðingur með hugsjón sem að sótti bætur fyrir mig. Og út af hverju voru bætunar? Voru gerð á þér læknamistök? Og hverju voru þau? Það var að hafa gefið mér líþíum, sem sagt í 20 ár. Líþíum héldu geðhvörfunum niðri en eyðilögðu heilsu mína líkamlega, sem sagt. Nei, eyðilögðu nýrun? Eyðilögðu nýrun af því að nýrun þolir ekki salt. Og ekki fylgst með þessu neitt? Nei, það láðist að fylgjast með þessu. Þegar þú kvartar yfir vanlíðan og þegar nýrun eru hætt að virka almennilega, hvað? Ég bara fann það ekkert almennilega. En hérna, þetta var komið á lífshættulegt stig. Það var læknir Haraldur Erlendsson á heilsustofnun í Hveragerði. Þetta birtist þannig að ég tók svona ekki æðiskost, heldur hérna, kannski svona, já, nokkuð einn svona æðiskost og Haraldur athugaði blóðpröfu og þá sá hann það að kreatíni var komið upp í hæstu hæðir. Þannig að hann, sem sagt, tók mig bara strax af líþíum og ég var tekin akút af líþíum og þá hafði ég ekki nein geðlyf, þannig að ég fór náttúrulega bara í manju og svo var fundið út úr þessu öllu og mér gefið ný lyf og síðan hef ég verið bara þokkaleg líka í manjunni. En nýrun voru þá orðin eiginlega ónýtt? Já, nýrun voru að vera... Ef þú hefðir ekki fengið nýtt nýra frá sænska greifanum, að þá hefður þú dáið bara? Þá hefði ég dáið, sko. Þetta er lífshættulegur sjúkdómur. Og ég var komin með nýrnabilun á lokastig þegar ég fæ nýja nýra. Hvernig virkar það? Er ekki nýrun sem þeir ekki að svona hreinsa? Er þá eins og þú sett svona safnist bara upp í þér mengun og ertu þá eins og bara mengaður jarðugur? Já, ég veit ekki Það er alls konar fólk að útskýra þetta. En hérna, þetta er náttúrulega býr til þvag og rensar út þannig að... Það reynsast ekki út ef þetta er bilað? Það reynsast ekki út ef þetta er bilað? Nei, þá geta bara lungun farið í steik og hvað eina og þannig að þetta er bara lífshættulegt. Já. Og varstu veik áður og fórst út? Ég meinaði þá rúmliggjandi eða... Nei, ég var bara svo hraust allan tíman. Þannig að ég fann ekkert svo mikið fyrir þessu. En ég vísu, þetta er nú smá lýja því ég var alltaf þreytt. Og ég svaf 12 tíma sólarhring. Það er ekki alveg normal. Nei, það er ekki alveg nóg gott. Þannig að það var aðalega... Nefnum manni dreymi skemmtilega, þá er það náttúrulega allt í lagi. Þú var alltaf að dreyma fyrirverandi manni minn. Mér dreymdi hann í heilt ár. Svo skulum klippa þetta út úr viðtalinu. En hérna, nei, en þetta er bara að því ég vissi að þetta færi á lokastig og þá myndi nýrun hætta að reisa sig og þá myndi allt fara í steik og svona. Hvernig líður þið núna? Finnst þér þú vera að batna eða ertu að ná þér af aðgerðinni eða ertu að ná þér af því að hafa haft biluðu nýru svona lengi eða hvað? Já, sérlega hvort tveggja, sko. Ég
þetta var óbúslega sárt að fá þetta nýja nýra og það grætt við náran, ekki bakinu, gömlu nýrun eru þar og smá saman hætta þau hlutverki sínu og hrörna, molna niður og þú með 3 nýru? Með 3 nýru og nei, ég mikið hressari núna en ég hef samt verið að jafna mig eftir aðgerðina og líka minn hafnaði nýranu. Já, og það gerist fyrir 20% fólks og þá var ég sett bara akút á Landspítalann og látin liggja þar í sjúkrahúsinu, ekki á hótelinu sem sagt, af því að líka minn hafnaði nýran og ég var að fá í æð, lyf í æð sem að héldu höfnunni niðri og þannig að núna það ennþá einhver smá höfnun í gangi, það verið að stilla lyfin af og það ennþá verið að því sko og þetta getur bara tekið tíma. Það þurfi ekkert að vera, ég náttúrulega var ógeðslega stressu út af þessu fyrst og hugsaði já það borgar sig að fá nýtt nýra eða hitt og heldur og þetta bara ég með sennilega deyja og svo framvegis og það hefur verið í gangi að Elisabeth að hafna sænska greifanum. Já. Að ráða svolítið á hann, vill ekki hafa hann. Já. Eins og sonur minn sagði, það ekkert nýtt að höfnun sé við líði í þessari fjölskyldu. Nei, mikil höfnunar tilfinning. Já. En þú bjartsýn núna? Já. Mér finnst þetta, ég ennþá að ná þessu, að sé við nýtt nýra. Já. Og ég ennþá að verða glöð og þakklátt og mér finnst líka þetta náttúrulega mikil gjöf að vinna nýra það er þetta að útskýra fyrir okkur hinnum þetta eins og að vinna í góðu happdrætti. Já og það var svo skrítið að ég var bara einhvern veginn svo sljó og skrítin að því að þykja nýja nýra að ég var ekki alveg að voru allir að óska mig til hamingju og svona. Svo kom einn kona og óskaði mig til hamingju og hún sagðist vera búin að fá nýja lifur. Ég var svo glöð fyrir hennar hönd að þá skildi ég hvað allir voru að gefa mér hamingjóskir og þess áttar. Og allt í hennu skildi ég hvað það var merkilegt að fá nýtt nýra því ég skildi hvað var merkilegt fyrir hann að fá nýja lifur. Þannig að þetta er bara búið að vera æðislegt og mér líður mikið betur þó ég sofi ennþá mikið og drekki mikið vatn og svona þá þetta alltaf að koma. Og gott að vera á hótelinu? Já, það er bara eins og verið í 5 stjörnu hóteli og einn hjúkrunarfræðingur var að leita að mig. Þú ert búin að vera svo lengi þarna, þú ert orðin eins og ein af starfsfólkinu bara. Já. 2 mánuður, það fáir sem eru svona lengi þarna. Já. Veistu það, jú, fólk hann í 8 mánuði. Í alvöru? Já. Þannig að það gerist sko, þegar fólk í krabbameinsmeðferð og langri jafna sig eftir aðgerð og það ekki margir sko, flestir eru bara eina nótt eða eina viku og svo framvegis. En þetta merkilegt samfélag að vera bara að tala við veikt fólk og vera bara að sjá fólk sem að vanta fótinn á eða er með hendinni falla og við tölum bara sjúkdóma og Það er ekki að tala verðbólguna á? Það er engin verðbólga hjá okkur og þannig að þetta svolítið, maður langar að skrifa leikrit þetta svona að því fólk svo einhvern veginn, þetta er merkilegt samfélag að tala bara sjúkdóma og hörmungar. Hafa nú verið búna til sögur og leikrit í einhverju svona umhverfi? Jú. Tjekkov var að skrifa eitthvað svona, það voru reyndar ekki á hælum en það voru svona allt og velsett fólk sem var einhvern veginn lokað á svona einhverjum búgörðum og hafði ekkert annað að gera en að tala
sjálfan sig. Já, það er mjög gott, ég er góð í því, sko. Þannig að það verður, einhvern tíma verður til úr þessu leikrit eða ljóð eða saga. Það er svo erfitt að ná þessu, allir humminu og allir staminu og svona, ég veit ekki hvort ég get náði, sko. Það væri gaman að, ég var einmitt að horfa á einn mann í morgun, sko, sem væri gaman að geta náð, þetta er eins og örugglega fyrir teiknara að ná einhverju, sem sagt, geta náð manni í teikningu, svipað og maður nær einhverju sem er að tala bjúin sinn eða hvað sem er, sko. En ertu alltaf að skoða fólk svona eins og höfundur? Þú sagðir áðan að þú hefðir skilið gjöfina sem að þú fékkst með nýranum með því að hlusta á konu sem að hlusta á þína tilfinningar gagnvart konu sem var að fá lífur. Já, það var svolítið merkilegt fannst mér. Ertu svona, skilurðu sjálfa þig með því að horfa á hana fólk? Ég veit nú ekkert hvort ég skil sjálfa mig, en hérna ég er alltaf að horfa á annað fólk, svona, mér skilst svona eins og leikari, en ég er að gera þetta sem höfundur. Og ég finnst þetta bara svo æðislegt að horfa á annað fólk og hlusta eftir hvað það segir og hvernig það talar og hvernig það hreyfir sig og hvernig það hreyfir sig ekki og ég hef náð, sko, það verður aldrei alveg eins, sem sagt þetta er ekki svona raunveruleiki sem ég næ en svona einhver absúrdismi en ég er alltaf að horfa á fólk. Herðu, Elisabeth, er ekki að fara aftur í æskuna þína? Já. Þú ert elst. Þetta fína kaffi hérna. Já. Þú ert elst af systkinunum. Já. Fáðu sopa, ekki hérna. Svo á ég eina hálfsystur sem er eldri, dóttir pappa. Já. Og 2 yngri hálfsystkini. Já. Þannig að við erum 6 í allt. Já. En við erum 3 sem sagt börn foreldrar þinna. Já. Og sem að þú ólst upp með. Svo Jóhannu. Já, sem að ólst upp með. Já. Þú varst farin að heiman þegar þau yngri komuð, ekki? Jú. Já. Og þú ólst ekki upp með hálfsystuðinni sem er eldri? Nei. Þetta er hérna, hvernig myndur þú lýsa þessu heimili? Var þetta átaka heimili? Ég man nú ekki. Þetta var, sko, ég man eitthvað að því leyti að sjálfsmynd mín á unglingsárum var algjörlega í molum. Og ég held að hún hafi verið í þessum molum vegna þess að heimili mitt var erfitt og það voru fólki þar gat ekki hugsað neitt nema sjálf sig og hérna sínar hérna sálrænu hörmungar og það var náttúrulega alkoholismi. Það var dæmigert alkoholistaheimili þar sem að hérna voru bara leyndarmál, það mátti ekki segja söguna og það leynist allt í sögunni, allar upplýsingar eru í sögunni. Og þess vegna sagan svo mikilvæg að geta sagt söguna og það mátti ekki og það má alltaf ennþá. Ég var að skrifa bók mömmu núna fyrir jólin og þá fann ég þetta sem sagt að ég mátti ekki segja allt og sumt var bara í þagnargildi og það náttúrulega það var hluti af því að alast upp þarna. Sagðirðu allt í sögunni eða? Já, svo sagði ég allt í sögunni. Gerir það vanalega ekki? Jú, ég verð að gera það en svo segja allir hvað ég sé hugrökk en ég er alltaf huglaus á undan og sem sagt já, þetta var bara mamma var voða mikið að hugsa okkur, pabbi var voða fjarverandi en það er svo merkilegt sko að ég man hérna bara sem sagt góðu minningarnar við pappa. Ég man ekki vondu minningarnar. Mamma hefur sagt mér frá því að ég hafi ælt
allt á nóttunni og ekki komist í skólann daginn eftir og þetta man ég ekki. Þannig að þetta einhvers staðar grafið bara, ég hjá 2 sálfræðingum. Það kannski verið í dáleyslu? Já. Svo fram? Já. Heldur að þú, Elsabet, hafi valið það að halda bara í góða minningar föðin? Ég held að hljóta að vera. Það er flókið að vera með nákominn sér sem alkohólisti. Að maður veit aldrei hvern maður hittir. Þannig að það kemur strax svona upplifun að séu tvískipt manneskja eða marga manneskjur, eða ekki? Jú. Og það þessi pabbi ekki pabbi heldur, skilur þessi alien sem að kemur, er það ekki? Jú, og svo nefnilega gerði svolítið skrítið að þegar ég var 20 í menntaskóla á Ísafirði, þá kemur pabbi þangað, ég bjó hjá systur minni, henni Unni, og þá kemur pabbi þangað og þá lítur hann ekki á mig, hann talar ekki við mig og hann sem sagt situr í stofunni á kvöldin og ég situr líka og bara held mér í stólbríkina að ég trúis ekki að fullorðinn maður hægi sér svona og það verið að tala allt mögulegt og skútuferðir og ferðalög og listir og pólitík og allt hvað eina. Og hann horfir aldrei á mig, hann lítur aldrei á mig og þá allt í einu uppgöta ég, og ég uppgötaði nú bara sem sagt nýlega í fyrra eða hitt í fyrra, að svona hafði hann hagað sér við mig þegar ég var lítil. Hann horfir ekki á mig, hann tekur ekki eftir mér, hann sér mig ekki og ég held náttúrulega bara að ég sé ósýnileg. Þannig að ég tek æðisköst heima hjá mér og til þess að láta vita að ég sé til og hann þoldi ekki sér æðisköst og þá var það að fara með mig í burtu en það sem ég fannst merkilegt það var að þarna sjálfsagt var hvernig hann kom fram við mig þannig að birtist að þegar ég var þegar ég var komin á þann aldur að ég mundi sem sagt. Þú mundir þetta frá því þú varst 20, þú mundir ekki hvernig hann hegðaði sem sama hætti þú varst yngri. Já. En því að ég nefndi að þú hefur verið elst á heimilinu, það eins og veist, þekkt svona úr alka fjölskyldum að elsta barni tekur oft svona slægin og það á meðan að hin eru kannski svona svolítið í skjóli elsta barnsins, að svona átökin brotna ofta á elsta barninu. Heldur að það geti verið? Og þess vegna hafi pabbiðinn litið í gegnum þig eða framhjá þér að því að þú varst eitthvað svona birtingamynd af átökunum og ágöllunum hans. Já, þú ert klárar í sem ég. Nei, ég las þetta bara einhvers staðar. Ég meina það. Ég hef búin að lesa heilmikið. En þetta hef ég aldrei heyrt og þetta getur vel verið og vel hugsanlegt. Og ég náttúrulega var alltaf að skjóta skjólshús yfir Illuga og ég var alltaf að passa það að honum liði vel og mömmu liði vel og örugglega að pappa liði vel og þeim leið aldrei nógu vel þannig að ég þínu starf var aldrei lokið. Mínu starf var aldrei lokið og ég kannski í því ennþá að hugsa svona fólk en ég held ég búin að vinna heilmikið í Al-Anon og hjá sálfræðingum og námskeiðum og öllu tilheyrandi. Ég var í 20-30 ár að vinna í sjálfri mér eins og það er kallað og þannig að mér tókst að ná í sjálfa mig, mér tókst að ná í þessa gleði og það sem er kannski mest verð, mér tókst að ná í svona spontanitet. Þú veist að ég get setið hér og talað og ég hefði ekki getað setið hérna og talað, ég hefði þurft að hugsa svo mikið áður en ég talaði.
og nú get ég treyst því að einhver vitleysa komi út úr mér og ég get líka treyst því að mér sé alveg sama það og sé ekkert að skamma mig fyrir það. Þetta náttúrulega það sem með meðvirknina, hún getur verið svo lamandi. Hún Lama fólk, að þú ert að reyna að hafa stjórn á bara öllu en sem ekki hægt, sem að veldur því að fólk bara sloknar á því. Já. Sko ég leitaði að bróðum mínum á börunum. Þá var ég orðin, fullorðin, þá var ég orðin 35 ára. Hrafniða. Já. Þá var ég að leita honum og eiginmanni mínum sem þá var, eða sambýlismanni, og bara í hráslaðarlegri meðvirkni að þetta var alveg hræðilegt náttúrulega að svo fekk maður ekkert nema skammir fyrir og þá var sagt við maður þú átt ekkert líf og hættu þessu, þetta er mitt líf og þú getur ekkert breytt því og þannig að maður, þessi góða kona sem var alltaf að reyna að vera Florence Nightingale, hún fekk bara skammir fyrir. En já, ég var voða mikið að reyna ég var voða mikið að reyna að frelsa þau og ég tek eftir því að áðan þá horfði ég alveg bara svona í augun á þér og þau fyrir að tala þetta þá hvarfla augun og einhvern veginn kannski vil ég ekki alveg horfast í augun við þetta allt saman en þau voru bara vond við okkur. Já, án þess að vera vond skilur, þau voru ekkert að lemja okkur og berja en þetta tilgangsleysi, þetta hvernig þau sinnt okkur ekki, hvernig þau höfðu engan áhuga á okkur. Það er til hugtak sem heitir foreldrageta. Já. Þau höfðu ekki mikla foreldragetu. Nei, einmitt. Já, það er þessi geta, þetta getuleysi sem Samuel Beckett tala líka Þetta getuleysi manneskjunnar bara til þess að fara ekki í stríð og eins og í Úkraínu núna við höfum það vantar þess að getu til að hafa frið. Við höfum hann ekki. En hvernig aðalast upp heimili foreldra sem skortir þess að getu? Er barnið alltaf að bíða eftir viðurkenningu og að sjást og vera þáttakandi en er einhvern veginn fast í, hvernig getum við sagt það, bara leikriti sem að það var ekkert skrifað neitt hlutverk fyrir börnin? Þetta er bara, þið eru bara í, hver er hræddur við virkin í vúlforeldra ykkar og það er ekkert plássur ykkur? Já, ég var svona bæði hrekkjusvín og góðabarnið, eða hetjan, skulum við segja. Illugi var góðabarnið og ég var hetjan. Var ekki Illugi týndabarnið? Það er talað með það líka. Var það góðabarnið? Týndabarnið og mamma segir að Illugi hefði aldrei farið út úr herberginu nema vegna þess að hann átti svona systur eins og mig sem að dreif hann út til þess að leika sér. Þannig að hann faldi sig? Já, hann faldi sig í herbergi og undi þar bara sér vel að lesa seinni heimsstyrjöldina. Og er ennþá þar inn í því herbyggi? ennþá að skrifa kafbáta í seinni heimsstyrjöldinni? Ásatt öðru? Hann hefur allavega komið út með þetta þannig að nú er hann borgið. Nei, þetta og svo var líka, þú veist, þetta var líka yndisleg bernska, þetta var einhvern veginn þú veist, þetta var bernska sem var full af náttúru og uppátækjum og við máttum ýmislegt sem hinir krakkarnir í hverfinu máttu ekki og við máttum umturna heimilinu fyrir okkar áhugamál. Við bjuggum til fjörusýningar í stofunni og þá var allt tekið út úr stofunni og við fórum niður í fjöru og svefnum skeljum og kuðungum og sýndum þetta og létum hina krakkana og fólki í hverfinu borga fyrir krónu, Þannig að við máttum, þetta var oft eins og Bryndís Sóeka ofurfóstra á Drafnaborg sagði að við hefum verið eins og 3 línur langsokkur og mamma sérstaklega, hún var svona einhvern veginn bara til í þetta og við gáum út blað og mamma hjálpaði okkur að gefa út blaðið og við elritaði það upp
og svo satt maður í leikhúsinu með pappa og hann var ekkert mjög mikið að sinna manni þar en maður átti þennan heim leikhúsið og hann, já, þannig að og svo var maður niður á umferðarstöð hjá afa sínum og ömmu þannig að þetta var góð bernska að mörgu leyti og frjósum og ég held að margt af því sem ég skrifa vegna þess að hérna Það fegst, sko. Já, að maður fekk frjósum í æsku og svo fórum við náttúrulega til Grikklands og það var algjör sprenging, það var bara frjókum fyrir sálina og ég hef verið að skrifa það hefur ekki gengið alveg nógu vel en þessar litlu stelpur sem fer til Grikklands og upplifir, þú veist, netur og hunang og gríska stafrófið. Þú veist, að ég sem hafði alltaf svo mikinn áhuga að lesa og skrifa og þarna eitthvað allt annað stafróf og hérna, þetta þú veist, ég mjög þakklátt foreldrum mínum að hafa farið til Grikklands og þau hafi svo skilið eftir Grikklandsferðina. En hérna, já, þannig að maður fekk og hjá af og ömmu, þau voru alltaf að reyna að bjarga hjónabandi foreldra minna líka, þau fóru með okkur í bíltúra á sunnudögum og við kynntumst Íslandi og náttúrunni og gegnum afa minn og hvað allt hét, sko, að hérna Borgarfjörður hét Borgarfjörður og svo framvegis, sko. Þegar börn lesa Línu Langsokk, þá held ég að flest börn vilji vera Línu Langsokkur, en ekki, hvað hétu þarna, Lína og... Já, Pétur og Anna. Já, Pétur og Anna, það svona venjulegu börnin, sem að bjuggu við meira öryggi heima og fleiri reglur og hafðu ekki kynst þessu taumlausa ímyndunarafli. Já, það var ekki hjá okkur við. En hvort myndir þú vilja eiga æsku eins og Lína Langsokkur eða hvað hétu þau hana? Palli og Anna. Já, einhverjum mjög venjulegum nöfnum. Það, þú náttúrulega getur ekki valið lengur, þú ert uppkomin Lína Langsokkur. Já, ég verð að sætta mig við bernsku mína. En þetta, hvað það sem að Línu vantar? Vantar Línu bara ást, öryggi? Já, hann vantar svolítið bænalíf. Það var kona sem var að biðja fyrir mér daginn og blessa mig og ég var alveg, ég sagði, finnst þér að mér vanti bænir? Og já, sagði konan og hélt áfram að blessa mig. Og mér vantar svolítið svona ró og hérna öryggi að því leyti að ég fer oft í þann fasa að efast sjálfa mig. En ég til dæmis gerði nektargjörning að Hornafirði í hvort þú hefur heyrt hann. Það var á Facebook, ég sá hann á Facebook. Já. En það ekta svona Lína Langsokkur þegar hún orðin stór, að þora þessu. Og ég þorði þess ekkert, ég bara gerði þetta samt. Og ég hef gert alls konar svona, ég hef gert nektargjörninga áður og mér finnst að þetta þessi berskjöldun og styrkleiki sem felst í nektargjörningi og fyrir utan að maður þarf að útfæra hann einhvern veginn eins og aðra gjörninga og það er ekki nóg að standa nakin einhver staðar og gera ekki neitt. Og þannig að ég hugsa að það hafi verið Lína þegar hún var orðin stór en Lína þegar hún er hvað mér vantar en Lína þegar hún er 10 ára, hvað vantar í uppeldið hennar? Hvað það sem að þú talar svolítið æskuna eins og að vant eitthvað en svo lýsur því að þú fékkst eiginlega það sem að öll börn þráðu sem er bara frelsi og ævintýri. En hvað það sem að þig vantaði? Það er náttúrulega snertingu. Ég gæti ekki snert mömmu fyrir henni eftir að hún dó. Þegar hún lá á dánarbeði, þú veist, þá snerti ég hana og strauk henni og hérna kallaði hana, þú veist, öllum fallegum nöfnum. Þannig að hvað mér vantaði, mér bara vanta snertingu og faðmlög. Þú veist, ég hérna, það var ekki fyrir ég lærði að faðma þegar ég var ástfangin í fyrsta sinn og mér fannst alveg stór skrítið að sambýlismaður minn, þá var ég 20 ára, hann var alltaf að snerta mig og faðma mig og
mér fannst ég verða svona til einhvern veginn. Og fyrir utan að mamma var alltaf að skamma mig fyrir hvernig ég væri. Hún var að dundi yfir mér þvílíkar skammir, þannig að ég... Þú varst aldrei nógu góð? Ég var aldrei nógu góð og Illi hefur sagt mér það að hann sem var 2 árum yngri en ég, hann hafi undrast hversu mikið hægt var að skamma eitt barn. Og ég ólst upp við þessa mönturu, skammastu þín. Og ég skildi varla hvað hún þýddi, en ég skildi bara orðin þýddu eitthvað vont og það var verið að skamma mig og já, ég var aldrei nógu góð og sama hvað ég gerði og sama hvað ég var að hjálpa til og ég hélt alltaf áfram, sko, já. Okkur þetta svona, ekki varstu svona ómöguleg? Nei. En varstu eitthvað nefn fyrir fóreldrinu bara, það því út fyrsta barnið og truflar ástasúgu þeirra með að koma grátandi í heiminn? Sko, ég held bara að því núna finnst mér ég vera að tala einhverja fortíð sem að ekki að því danskan breytist eftir því sem maður vinnur í sjálfum sér og maður sættist við hana. En ég veit það til dæmis að í vöggu þá var ég látin gráta í 2 tíma og mamma hefur sagt mér frá því að hún var sem sagt fekk að vita það að börn áttu að gráta svo þau fengi sterk lungu. Ég enda með mjög sterk lungu en ég var látin gráta í 2 tíma í vöggunni og mamma var alein og pabbi var farinn ekkert og þau voru nýtrúlofuð, skilurðu. Þannig að þetta byrjaði náttúrulega ekki vel. Og ég held að mamma hafi einhverju leyti verið afbrýðsam út í mig fyrir að ég kom þarna á milli þeirra pappa og ég held að hún var sjálf með lélega sjálfsmynd og þessi lélega sjálfsmynd hennar fór yfir á mig og pabbi var náttúrulega alltaf nötrandi og skjálfandi og ef einhver hefur dáið úr efasemdi þá held ég að það hafi verið hann. Og ég held að sé hægt að deyja úr kurteisi og deyja úr efasemdum og það allt saman en Hvað meinar þú að hann hefði dáið úr efasemdum? Bara hann efaðist svo stöðugt ég las þetta í greinum hann eftir Jón Víðar að hann hafi verið svo þjakaður af efasemdum og það datt mér ekki í hug, hann hefði bara dáið úr efasemdum, dáið úr kurteisi. Hann var alltaf að reyna að þóknast og reyna, sem sagt, og já, mér fannst einhvern veginn skemmtilegt að geta orðað þetta svona, þú veist að fólk dæi úr einhverju, ég get alveg, og þegar ég fæ rosalegar efasemdir, að þá hugsa ég, já, ég geti dáið úr efasemdum, eins og pabbi minn, sko. Og maður sem sagði hérna við rauðaborðum daginn að maður aldrei of gamall til þess að eignast góða æsku. Að þú varst að segja að þetta breytist, hvernig maður sér æskuna. Já. Heldur að þú eigi það eftir að eignast góða æsku þegar þú horfir tilbaka? Eða áttu kannski góða æsku? Eins og ég sagði þá finnst mér ég hafa átt góða æsku og ég hugsa, já, ég svo frábær í rauninni og ég svo æðisleg og allt það að það getur ekki annað verið en ég hafi átt líka góða æsku, hvernig sem henni tókst að komast þarna að vegna þess að og það ekki bara mín sjálfsvinna heldur en allavega það líka mín sjálfsvinna að æskan hafi komið fram, sko. Og ég hugsa að ég hef ekkert getað verið svona góð í að skrifa, góð í að verða ég sjálf, góð í að berjast. Ég alltaf að berjast fyrir sjálfum mig, ég alltaf að segja sömu söguna það hvernig æska mín breyttist, hvernig ég barðist stöðugt fyrir að vera ég sjálf, vegna þess að það get ekki verið maður sjálfur, það náttúrulega einn mesti harmleikur sem til og þess vegna ég líka að skrifa sjálfa mig, ekki bara held ég fyrir sjálfa mig, heldur fyrir
lesendur mína. Fyrir þá sem hafa átt svipað æsku, fyrir þá sem eru þjáðir af meðvirkni, fyrir þá sem eru alkohólistar, fyrir þá sem eru að glíma við geðraskanir, fyrir þá sem hafa verið beittir ofbeldi. Já. Það verið mikið á því það verið mikið á því lagt, Elisabeth. Já, stundum. Ég held líka að ég hafi lagt það á mig sjálf, sko, en þetta alveg satt vegna þess að ég fekk ekkert alltaf viðurkenningu frá mömmu þó ég var orðin fullorðin og byrjuði að skrifa og þegar ég fór að læra að sönga þá tók nú alveg kólfin úr að ég skildi vera að læra söng og það bara gert grína mér. Ég fór að læra söng til þess að geta andað og hvað merkilegur en öndun og hvað merkilegur heldur en að syngja. Og hefst aldrei viðurkenningu frá mömmunni? Jú. Þegar ég var orðin stór og hún sagði við mig alveg ótrúlegustu hluti að og líka hún sagði þú varst nú skemmtilegt barn, sagði þú mátt eiga það, ég man ekki hvort hún sagði það, en hún sagði þú varst skemmtilegt barn og það fannst mér mjög gott hrós, af því svo var líka í bókinu minni þar. Það nú verður að segja Línu að hún skemmtilegt barn, Línu Lofsokkur þar. Já, það elska allir Línu, sko. Já, hún skemmtileg, sko, en hún náttúrulega valla húsum hæf. Nei. Það hefur alveg verið svoleiðis. En að því ég spurði mömmu, fékkstu viðurkenningur frá föðunum áður en hann féll frá og ég myndi segja ungu maður í dag? Hvað var hann gamall þegar hann dó? Hann var 44 ára. Það ekki neitt. Það bara... Hann bara vendur halvur ævi. Já. Ég held hann hafi átt að deyja. Ég held að hann hafi verið orðið sattur lífdaga. Ég veit að ég má ekki segja það. Þetta eitt af því sem ég má ekki segja. Og þegar fólk segir hann átti eftir að skrifa svo mikið, hann átti eftir að segja okkur svo mikið, hvað þetta ætlast til að manni að hann skrifi 12 stór leikrit fyrir utan alla bækurnar, öll litlu leikritin, alla greinarnar í blöðunum, hvað þetta ætlast til að manni að skrifi meira. Það heldur ekkert algengt, það mjög algengt með listamenn að þeir eiga kannski ekki stærri svona blómatíma en kannski 8, 10, 12 ár. Já, hann átti lengri tíma, hann átti 20-25 ár í blómatíma og alveg furðulegt hvað hann gæti skrifa með að við hvað var orðin lasin. Og þannig að... Fékkstu hrós frá honum? Býttu nú við, ég var að reyna að hugsa hvort ég ekki fengið hrós frá honum. Jú, einhvern tímann þegar ég stældi Picasso mynd, þá fekk ég hrós frá honum. Ég man það. Mér fannst það voða merkilegt. Heldur að þetta hafi litað því svolítið að það hafi ekki fengið hvatningu eða hrós frá foreldrum, að þú sett að sækjast eftir því? Já. Svo við notum svona einfalda sálfræði. Ég var ofbeldissambandum, ég var hræðilegum ofbeldissambandi þar sem ég var bara með blóðurög og beinbrotin og ég held að það hafi, og svo fór ég í annað ofbeldissamband og ég held að það ofbeldissamband það var miklu seinna á ævinni og ég held að það hafi verið sem sagt til þess að vinna sigur á því að vera í ofbeldissambandi og mér tókst að segja manninum að ég myndi ekki verið í sambandi við hann nema hann færi í ofbeldismeðferð og hann gerði það og svo gæti ég skilið við hann þegar hann skvetti kaffi framan í mig þá gæti ég hætt í sambandinu og þannig að þá var svona ákveðin sigur sem að ég átti en ég held stundum að þó pabbi hafi ekki beitt mig líkamlega ofbeldi að þá séu þessi ofbeldi sambönd. Mér finnst ég stundum bara ég hljóta að leita að ofbeldismönnum og ég dauðhrædd ef ég verð skotin í einhverjum. Ég hugsa að hann hlýtur að vera dulinn ofbeldismaður. Og þú tengir þetta við æskuna að tengst þín við föðin hafi verið svo
afbrigðileg að þú leitir að í samband með ofbeldismönnum? Já, ég held það vegna þess að stundum maður að útskýra allt of mikið og stundum segir maður nei, það getur ekki verið, ofbeldi algengt og það ekkert óalgengt að þú hafir bara lent í þessu fyrir tilviljun. En mér finnst þetta ekki þannig að því þessi sambönd eru fleiri, það ekki bara þessi 2 sambönd, en ég hef lent í ofbeldi einu sinni með 3. manninum en ég var ekki beitt ofbeldi þar en það var hræðilegur ofbeldismaður. Þannig að fórnarlömbin og ofbeldismenninni finni sig. Fórnarlömb ofbeldis eins og þú og ofbeldismenninir einhvern veginn finni sig saman í samfélaginu. Svona eins og þau sagt að alkar leiti hvern annan uppi að það sé eitthvað þannig að segja það. Að þú sért hvað við segja svona úttekinn fyrir ofbeldi. Já, en ég hætti núna bara inshallah og sem sagt ég tók þessu þannig að ég bara hætti að vera skotin í mönnum, ég bara hætti þess að ég ætla bara ekki að fara í fleiri sambönd og meðan ég var líka að vinna í þessu og ég hef ekkert unnið nóg mikið í þessu, ég bara þegar ég sit hér þá fatta ég það sko. Þú er afskrifað karlpenningin? Já, ég bara afskrifaði það að vera í sambandi og að fenginni reynslu? Að fenginni reynslu. Þeir eru ekki þessi virði að leggja þetta á sig? Nei. Og svo byrjaði allt í einu núna á sjúkrahótelinu og mér fannst einhver sætur og þá hugsaði ég ætla að sé ekki ofbeldismann inn við beinið sko. Einhver í fatla eða sem vantaði að fót? Nei, ekki þannig. Nei. Það var annað, já, ég segi alltaf að það maður sem tekur úr blóðum á það sem ég fer í blóðpröfur. Það hafa verið gerðar rómantískar sögur það, menn sem að drekka blóð úr konum. Það bara mjög sterk minni. Það var kannski dulinn löngum til þess. Herðu, en segðu mér að því að þú nefnir þessu ofbeldissambönd og við höfum talað erfiða æsku annars upp í heimili sem litað af alkohólisma. Segðu mér frá að vera föst inn í ofbeldissambandi. Já, það bara að vera föst inn í sjálfsásökun. Fyrir að saka við að gera eitthvað sem annar gerir? Já, það eins og vera bara í hefi alkoholista ofbeldi vegna þess að ég kenndi mér 23, bara kona í blóma lífsins ég að kenna mér ofbeldið. Ég hugsa að ég sé ekki nógu góð og ég ætla að bjarga honum og ég ætla að hann vill að ég sé bara eins og mamma sín og ég ætla standa í einhverju svoleiðis hlutverki og það bara að vera fastur inn í sjálfsásökun og vera fastur, þetta nú svo langt síðan í þetta valla en já, það bara að vera fastur inn í einhverju mannesku sem ekki maður sjálfur og hvað get ég nú eiginlega sagt? Þetta eins og barn alkohólistans hlustar eftir því fótatakinu og hvernig hurðin er opnuð og hvernig hljóðin eru og þú veist að því að ráða í það hver það er það sama þegar sambýlismadurinn kemur hvort hann sé vonda útgáfan eða hvort það sé skárra útgáfan sem þú ferð? Já. Og sko það helst sjálfsásökun að þetta sé allt mér að kenna og það ekkert smá mikið sem manni þá að kenna maður ber ábyrgð á heilu sambandi og ástarsambandi
Og átt á skilið ofbeldið? Ég las nefnilega grein í pressunni, þá kannski varst þú að ritstýra þeirri pressu, en þá skildi ég allt í einu, allt saman, þar stóð að því ég skildi aldrei af hverju ég fór til hans aftur. Hann barði mig í klessu og ég fór til hans aftur. Og þá, sem er óskiljanlegt. Sem var óskiljanlegt fyrir mig. En hérna í greininni las ég, þú veist, af hverju það gerðist. Og það er vegna þess að í hérna ofbeldinu, þegar ofbeldi beitt sérstaklega af sínum ástvinni, að þá fær konan taugaáfall. Og í taugaáfallinu fyrirgefur hún. Og þá allt í einu skildi ég af hverju ég fyrirgaf. Það var náttúrulega út af því ég fengi taugaáfall án þess að vita af því en hérna, eða ekki án þess að ég vissi af því, það var bara alveg hræðilegt að upplifa þetta og bara algjörlega skelfilegt og hérna maður hélt að maðurinn elskaði sig en svo komst maður á því að þetta var bara út af því að ég elskaði hann ekki nóg, þetta var eins og ég gerði ekki nóg fyrir mömmu og var aldrei neitt nóg en hérna þarna skildi ég allt í einu sem sagt að kona fær taugaáfall og fyrirgefur í taugaáfallinu og hérna ofbeldismannum er mjög mikið í mun að nú tala ég bara konu og menn en konur beita líka ofbeldi, ég hef beitt ofbeldi og þannig að sem sagt já, hún eða hann fyrirgefur í hérna þessu taugaáfalls ástandi að því þá er svo auðvelt að hérna eins og bara fanga fórnarlambið og ofbeldismanninum eða konunni er mjög mun að fá fyrirgefningu og ég man að einhvern tíma sagði maðurinn sem sagt sambýlismaður minn, hann sagði sko já, ef ekki hafa kynlíf, ég vil endilega hafa kynlíf þegar ég er búin að vera svona vondur við þau og mér fannst það þó ógeðslegt, skilur, ég félst ekki á það og mér fannst að það hefði þá orðið bara gjörsamlega svo sjúklegt að það tæki einhver tali, þannig að ég hafði einhvern veginn vita og setja mörkin þar en allavega þá skildi ég þetta þegar að ég skildi fyrirgefunum ég skildi koma aftur þegar ég las þetta taugaáfall sem maður fær Hún er náttúrulega bara í þetta er ekki áfallastreitu röskun það skekkist allt það skekkist allt og hérna taugarnar líkaminn fer bara í algjöra klessu og hérna taugarnar hérna bara sem sagt eyðileggjast stund áður að verða heilbrigðar aftur og annars veit ég ekki alveg hvað taugaáfall er, ég nýbúin að heyra það að ég hafi viðkvæma taugar Björgur Guðmundsson sagði ég hefði stáltaugar ég held að það sé alveg rétt hjá honum að ég sé viðkvæmt blóð með stáltaugar eru viðkvæmar vegna þess að það er bogningi, það er bresta já heldur að geti brostið ég veit ekki ég held ekki Herðu, hérna við talað um æskuna og svo verður náttúrulega úlingur og þú byrjar að gaman að tala svona lengi já, við náðum tíma hérna þá byrjar að drekka og dópa og já og einmitt og verð bara svona ofurselt áliti kallmanna og það ég dæmi mig eftir því hvernig þeir dæma mig og þú er til í augunum á þeim já, ég er til í augunum á þeim sko og þú veist, ég var bara með einhverjum rónum og hérna öllum sem voru til í að gefa þér hýrt auga já
og það var alveg voðalegt af því þarna byrjar þetta og ég vissi svo átti nú góða mann, hann að Guðjón og Dröngum og ég náttúrulega... Pabbi Kristjóns. Já, pabbi Kristjóns. En ég náttúrulega skildi við hann af því hann var of góður og fór svo að vera með manni sem var seldi eiturlyf og beitti með ofbeldi en hann líka gerði eitt sem að þú veist, hann gaf mér ást og í svona fyrstu 2 árin að þau voru yndisleg áður en þetta allt sem að byrjaði og hann var alltaf að snerta mig og gefa mér ást og mér fannst ég verða til og Það er nú þurft að snerta þið svolítið mikið ef að þú varst ekki snert all æskuna til þess að örfa þig aftur, þá var að snerta það sem mikið ekki. Jú, þetta er nú svolítið klúrt hjá þér. Nei, ég er ekki að meina það þannig bara þetta hverfur ekki af þér bara við fyrstu snertingu. Nei. Þú þarft að venja þig við að vera snert, það tekur tíma. Já. Áður en það byrjar að verða eðlilegt. Já, ég segi frá því í aprílsóla kulda, sko. Hvað þetta var dásamlegt að fá snertingu. Og mér fannst eins og ég yrði allt í einu til eins og þetta snertingarleysi það hefði bara látið mann einhvern veginn vera bara líkamann óljósan og lífmanns allt að maður væri óljós, maður væri í rauninni ekki til. Þannig að og þetta var alveg óskaplega góður og rómantísku tími þessi 2 ár. Þarna var ég reyndar orðin 20 en sem unglingur þá var ég var svolítið duglega að læra og ég fór í skóla og það var svolítið merkilegt hvað ég vildi alltaf fara í skóla af því ég var eins og ég segi Lína Langsokkur og hún fór ekki í skóla en ég laði svolítið kapp á það að mennta mig og langar ennþá að taka master og því með B.A.próf og en þannig að Þú varst að drekka dópa en svo, svo verður þú geðveik eins og hér þá Já, þá hér það þá Já. Og hvað gerist þá? Ég held að hafi gerst sko við það að pabbi minn dó og það var ekki neitt pláss fyrir sorgarferli og þannig að farvegurinn sem ég fekk var bara ég varð bara kolgeðveik sko og ég fór í maníu og taldi mig að frelsa heiminn og gekk í síðum kjól og greiddi mér ekki og þvoði mér ekki og svaf ekki og að því ég var að frelsa heiminn og mátti ekki vera að einhverju svona hversdagslegum athöfnum. Var það bara eins og að vera svona hæ? Nei, ég bara var inn í einhverju æðislegri þjáningu að frelsa heiminn. Þetta var ekki... Þetta var ekki gott, þetta var vont. Já, eða sko... Nei, þetta var í rauninni gott sko, en maður var ekki hæsamt. En fyrst þegar þetta byrjaði, þá var maður hæ, jú, það er rétt hjá þér, að því leyti að maður þú veist að hættir að efast sjálfa þig og hættir að efast sjálfa þig, verður fullviss það lítur að vera stórkostleg breyting með hvernig þú lýsir æskunni og þessi ungri konu það er losna við þær byrðar þess að endalisa efa, þannig að þú lítur að svífa bara upp já, ég sveif upp og ég var viss það að Guð elskaði mig svo mikið að hann veitti mér, ég átti að frelsa heiminn og ég var útvalinn og aðrir ekki og þannig að þetta var svona Guð elskaði mig svo mikið að hann gaf mér allan heiminn sko, eins og stendur í Biblíunni og mér hefur skilist að fólki Arabalöndum að þá sé það sem sagt Allah eða Múhameð sem að gefi þessar ranghugmyndir. Nei, ég trúði því að ég ætti að frelsa heiminn og gekk
gekkum í kjól og var að lesa númer, þú veist, vonastræti þýddi von og haðarstígur þýddi blindi ásinn í goðatrúnni og við gengjum blindandi heiminn og það allt saman. Last merking út úr öllu sem sást. Já. Og fólki í sjónvarpinu var að tala við þig. Já. Það var einhver tíma var Isabella Allende og hún sagði eitthvað. Hún sagði ég á eftir að hitta einhverja mannesku hér sem segir mér eitthvað og ég bara, já, hún að tala við mig og ég fór niður á Hótel Borg með einhverja gjöfhandinni en hún var ekki við og ég fekk ekki aðgang að henni en þetta sýnir hversu manían og hversu að ég fór bara og ætlaði að tala við Isabella Allende og gefa henni gjöf og ég ætlaði að vera þessi manneska sem hún var að leita að og ég þegar ég sit við rauðaborðið að þá getur vel verið að ég hafi verið svo manneska því ég hef svo mikið að segja þannig að en svona var þetta var Hvernig endaði þetta? Þetta endaði með því þetta bara að verða vont og mamma setti mig með lögregluvaldi inn á Klepp sem að tala góða íslensku og það var algjörlega hræðilegt sko, það var bara eins og að vera svipt öllu náttúrulega allri geðveikinni og mér fannst eins og ég myndi missa allan kosningarétt, ég myndi missa vegabréfið mitt, ég myndi missa bara allt og ég myndi missa sjálfa mig og sjálfræði svifting, ég einhvern veginn tók þetta orð mjög alvarlega að og svo ég settin á Klepp og þá fæ ég einhvern veginn vitið aftur og þá fæ ég bara áttu huginn aftur og ég stel hníf til þess að skrúur úr glugganum og þá kemur einhver hjúkrunarkona og lætur mig í rúmið og það allt saman en svo var einhver handvömm á skal ég segja sviftingunni, það hefði sennilega verið það að ég var svift í 48 tíma en ekki mánuð skilurðu að ég fekk að komast út og lögfræðingur sem að kom mér út Eftir 2 daga eða? Eftir 2-3 daga sko Þá hefur verið ennþá í manju Já, en þá einhvern veginn var allt breytt það var allt breytt það var og ég fór bara í þunglindi eftir þetta alveg eins og samkvæmt bókinni manja versus þunglindi þá bara dunkarðu djúpt ofan í svart þunglindi Já, var í því allan veturinn sko og bara heima hjá þér þá? Já, bara heima hjá mér og á lyfjum og var ekki á neinu lyfjum og var ekki undir læknishendi og maðurinn minn, sambýlismaður minn hann segir að hann hefði aldrei getað tekið á þessu hefði aldrei getað sætt sig við að búa með mér aftur undir þessum kringumstæðum og mér fannst það náttúrulega vondur maður að vilja ekki sinna mér þegar ég var veik en það voru allavega hans orð og þetta var bara hræðilegt það sem mér fannst mér hafa mistekist að frelsa heiminn þunglindi gekk út á það að mér hafi mistekist Þannig að þú trúðir ennþá að þú hefði verið útvalinn til þess Já, þannig að heimurinn er mér fannst ég vera svona Greta Thunberg nema ég held að sé viti í Greta Thunberg og hún sé ekki sem sagt í maníu en þetta var mjög svipað og En þú búin að tala svolítið svona efasemdur þig og hver þú ert í samfélaginu að þegar að þetta gerist að þá bætist ofan á að þú ert eiginlega dæmd til að efast eigin hugsanir, hvort það séu eðlilegar eða sjúklegar og það að vera þú í samfélagi manna sem er óörugg, að nú ert þú allt í norðin Elisabeth sem er geðveik. Já, þarna, þessum tíma. Þannig þetta lítur að verið einhvern veginn ótrúlega flókin staða fyrir baráttu fyrir Línu Langsokk að vinna þessi útur. Já,
Og þetta áður en við höldum áfram og þá vil ég endilega minnast á það að ég eignaðist barn þegar ég var 18 ára, Kristján Kormák. Já, hann kom aðeins þessu, með góða manninum sem var á góðu fyrir þig. Já, akkurat. En Kristján góðu vinur minn í dag og algjörlega frábær persónuleiki og hann mjög vinsæll vinsæll í sínu starfi en hann ekkert að vinna eins og en allavega þá hvað voru við að tala um? Ég var að spyrja eftir að þú kemur heim og ert búinn að fara upp í maníu og rapanir í þunglindi. Hvernig það að vera því að þú svo full að efasendum sjálfa þig. Þá var ég blaðamaður og tímanum. En núna kemur allt inn í hugmyndunum það að þú getur ekki alveg treyst eigin hugsunum. Það getur verið sjúklegar og verið að leiða þig út í... Nei, mér batnað, sko. Þér batnað. Þannig þetta að strók. Nei, það að því ég efastu mínar hugsanir og að því ég þekki geðveikina, þá veit ég að sumar hugsanir eru bull og ég veit að sumar hugsanir gætu hugsanlega verið bull og það sem að ég hef til þess að varna þessu, það að spurja eins og ef að ég myndi spurja þig Gunnar Smári, er það myndur þú telja það að ég ætti að frelsa heiminn, finnst þér ég ætti að fara upp í sjónvarp eftir að við erum búin að tala saman, ég finn það alveg og þannig að ég get spurt fólk og ég get og sjálfa þig líka Elisabeth sem að segir við Elisabetu góða besta það Elisabeth sem að segir við Elisabetu góða besta þú narra mikið í þetta aftur akkurat og ég get spurt kannski konu í sundlauginni ég get spurt mann út á og ég hef gert það spurt mann út á strætóstoppistöð konu í sundlauginni bara fólk á förnum vegi að einhverju ránkumynd sem ég hef haft og bara, ég hugsa, við erum saman á jörðinni og einhver sem einhver sem úti á lífinu að hann hlýtur að geta sagt mér eitthvað og fólk í rauninni það þekkir oft geðveiki, það þekkir oft allavega svona lausar hugmyndur það og það veit að þetta rugl sko þannig að og ég lít svo á að ég þurfi ekki að fara til sálfræðings og sitja þar í klukkutíma og rekja raunir mínar og borgunum 30.000 kall já, borgunum 30.000 kall og þó ég sé hjá sálfræðingi núna í dag og það sé mjög, mjög gott en þá notfæri ég mér fólk líka bara sem á götunni og sem að labba ég get, mér finnst þetta Lína Langsokkur sko, hún stoppar fólk á götu úti og spyr er ég að verða geðveik þetta rugl-hugmynd hvað finnst þér það að ég ætti að fara og upp í sjónvarp og hvað finnst þér það að ég ætti að já en að þú segir að fara upp í sjónvarp þú hefur búin að segja það tvisvar þú fórst í forsetaframboð já ég var einmitt þá var ég einmitt að spurja sjálfa mig og spurja aðra ég geðveik verði að rabbróður minn hringdi í mig og sagði ég ætla að rétt að vona að þetta sé grín og þarna hefði ég getað verið með manni einkenni og að fara í sjónvarpið í forsetaframboði og þú bjargaði nú alveg þessum umræðu þáttum sko, gerði það skemmtilega já, en þetta var bara Lína Langsokkur eins og hún gæti verið bara heilbrigð og góð af því ég spurði fólk áður fólk sem ég treysti ég var svona alveg eins og samkvæmt bókinni sko ég spurði, finnst þér að ég ætti að fara í forsetaframboð finnst þér að ég hafi eitthvað að segja og þannig að ég fekk stuðning frá vinum mínum og og öðrum sem að ég, eins og ég segi hvað heitir hann nú aftur Ólafur
aðal sá sem alltaf að útskýra pólitíkina hjá RÚV. Já, Ólafur Þ. Harðarsson. Já, Ólafur Þ. Einhvern tímann hitti ég hann á kaffihúsi og spurði hann, þannig að það var svona svipað eins og að spurja. Þannig að síðan erum við Ólafur Þ. Harðarsson ægilega góði vinir. Við erum ægilega góði vinir síðan þá. Ég hitt hann á kaffihúsinu. Hann skemmtilegur, það svona eina þeim sem gaman að hitta. Já, hann var það. En forsetaframboðið, það var til þess að slökkva á efasemdum sjálfa mig. Það var til þess að vita hvort að ég gæti fundið leiðtogan í sjálfri mér. Og nú náttúrulega þetta svolítið leim eða hallærislegt og gamaldags að finna í sér leiðtoga, að því nú á maður að vera þjónandi forusta og helst á engin leiðtogi að vera í sömum tilvikum. En maður hugsar það til dæmis eins og í Úkraínu, hvar væri þeir eða þeir hefði ekki Zelenski og svo víðari. Það verður ykkur að taka þetta að sér. Já. Herðu, en þú ert mikilsvirkur höfundur. Já. Þú ert skáld, leikskáld og skrifa sögur. Já. Og svona viðurkenningin á þér sem höfundi og að þú sért mikilsvirtur höfundur hefur komið svona frekar á seinni árum. Það var svona löng leið. Já. Þú varst sjálfútgefið skáld. Já. Eiginlega svona síðasta sem maður mann eftir. Það var mann eftir Einari Má Guðmundsssyni í gamla daga sem var að selja eigin bækur. En þá voru nú svona fleiri að því, þótt að fáir hafi verið betri í því en hann. En þú varst að selja þínar eigin bækur í Melabúðinni. Já. Árum saman og það er ekkert svo langt síðan og hættir því. 2002 byrjaði ég og 2020 hætti ég Já, en þú byrjar svona alveg á jaðrinum, þú veist, gefa út ljóðabækur sjálf. Já. En núna er eiginlega bara rigna yfir því viðurkenningar og fagri dómar. Já. Það var út af því að ég komin inn í hlífuna, Já. Nei, ég segi svona, forlagið fór að gefa mig út og það náttúrulega breytti ýmsu, þá fékk ég aðgang að hlutum sem að ég hafði engan aðgang að og að því ég var búin að vera svo lengi, ástæðan fyrir því ég gaf út sjálf var svo að ég vildi ráða hvernig bækurnar litu út og mínar bækur eru allar sérlega fallegar og hafa eitthvað við sig og ég fatta líka, ég fengi strax peningin í vasan og ég fengi kannski meiri pening heldur en ég fengi hjá forlagi sem var reynda vitleysa og ég er rosalega ánægð að vera komin hjá forlag núna vegna þess að þá þarf ég ekki, ég var komið með algjört ofnæmi fyrir að selja bækurna sjálf, þetta var orðið svo erfitt og að vera að gera alltaf sama hlutin og þess vegna það var... Þetta þú ert að tala baráttu og svona, þetta er náttúrulega mikil barátt að hvað við segja, að tróða sér inn í bókmenntaheiminn með þessum hætti. Eins og ég er búin að gera. Já, það var ekki sem að ringdi í þig og bauði velkomin, þú bara á seglunni byggðir þetta upp. Að vísu skal ég segja þér að það var ringt í mig og Jóhann Páll eftir forsetaframboðið, þá var það fyrsta sem ég fékk, var skeyti frá Jóhanni Páli, ertu ekki til í að skrifa pappa þinn? Og ég hugsaði bara, guð minn góður, af hverju á ég að vera að skrifa hann endalaust, af hverju biður hann mig ekki að skrifa forsetaframboðið og taka alla þá glóríusu statusa sem ég er búin að gefa út í forsetaframboðinu og gefa þá út á bók. En það sem ég gerði, ég ákvað að hlýða Jóhanni Páli og það ruddust upp, skal ég segja, bara 400 til 600 blaðsíður pappa minn og alls konar hann í alls konar já, þetta var bara og svo bækur mömmu, sögur, handrit mömmu, handrit pappa, handrit bensku mína og þetta bara ruddist upp eins og heklugos í 2 ár og ég var að skrifa í 2 ár og Ármann Jakobsson, ég bað hann að lesa og
Því ég sagði mér nú alveg ekki farið að standa á sama allt þetta Jökul Jakobsson og hann sagði sennilega verður þetta þitt opus magnum og nú ég búin að skrifa mömmu og 2 eða 3 bækur reyndar og ég ætla að fara að skrifa bók pappa núna, þá stakk systir mín, hún önnur upp á því ég skrifa Hrafn. Þannig að ég byrjuð á sjúkrahótelinu að skrifa skáldskap Hrafn, að ég kallaði skáldskap, að ég kallaði líka skáldskap þegar ég skrifa mömmu vegna þess að þetta frá ákveðnu sjónarhorni, þetta ákveðin afstæða sem ég tek, þetta ákveðin mynd sem ég hef. Þetta sagan þín af þeim, ekki saga þeirra. Já, akkurat. Og þannig að nú ég að skrifa Hrafn og ég segi það bara öllum að því það alltaf svona, maður að hafa svona leyndarmál sko, sumir höfund að segja aldrei frá því sko, en að því ég Lína Longs þá bara segja öllum frá því núna. Það er að skrifa Hrafn. Já, og við vorum óbúslega góð systkini og ég var náttúrulega að passa hann. Það var eitt af því sem ég gerði fyrir mömmu, ég var alltaf að passa Hrafn og á öllum fjölskyldumyndum ég með Hrafn í fanginu og mamma situr svona eins og fegurðardrottning, bara bein í baki og sæt, menn ég kúldrast með Hrafn þannig og sést ekki í mig á fjölskyldumyndum. Ég ætla að spyrja Hrafn, en að því að þú nefndir símtali frá Jóhanni Páli og svo þetta rosalega gos sem kemur að því, og að því að við erum búin að vera svolítið að tala viðurkenningu og sjást ekki og allt það. Það þannig að eitt símtal frá forleggjara Íslands bara kveikir gos úr loksist að einhver hvetur mig áfram og þá bara búm kemur? Já, greinilega. Ég og Jóhann Páll, ég hafði náttúrulega sýnt honum handrit og hann hafði aldrei sagt já, en svo skrifa hann mér þetta og mér fannst það bara mjög merkilegt og það var einhvern veginn ekki bara eitt símtal frá forleggjara Íslands heldur, mér fannst hann bara hafa trú á mér og mér fannst hann ansi góður og mér fannst náttúrulega, ég gagnrýndi hann svolítið bara svona í mínu eigin hjarta af hverju hann baði mig ekki að skrifa forsetaframboðið. Hér er kona sem býður sig fram á móti öllum þessum köllum og hún með mjög sérstakt erindi sem að fólk sem að allir taka undir þó þeir kjósi mig ekki, að því það ég hitti fólk sem sagði þú varst lang skemmtilegust, þú varst lang best og ég sagði þá hlýtur að hafa kosið mig. Ég kosti. Já, og þakkaði fyrir og skuldaði þér koss á kinnina sko. En nei, en þá fólk sagði þú var svo skemmtileg og ég sagði þá hlýtur að hafa kosið mig en þá sagði fólk nei, ég kaus nú reyndar þennan eða hinn þannig að ég var svolítið að stríða fólki með það, en ég var rosalega ánað með þetta forsetaframboð sko, já. En þá viðbröðin þau að konan beðin að skrifa bóku pappa sinn. Já, það bara það svolítið eftir köllunum. Já og ég var fyrst svolítið reið sko og ég fór að hugsa manni sem ég var skotin í þá og sem var náttúrulega ekkert skotin í mér en mjög góð vinur minn og nú sagði ég svo mikið að ég ætlaði ekki að segja neitt en nú misti ég málið ég missi stundum málið sko, ég ekki alltaf alveg en já, ég man það núna segjum bara hann hafi heiti Sigurður og ég var að hugsa að skrifa Jóhanni Páli, já núna heiti pabbi mig Sigurður, má ég skrifa Sigurð og það var náttúrulega einn sem beitti mig ofbeldi að því leiti hann tók ekkert mark á ástinni sem að ég bar til hans og ég orti heila ljóðabók til hans og það Gast ekki seittan til þín með ljóðum? Nei, það var eins og Birgir Sigurðsson sagði rétt áður hann dó, hann sagði ef þú ert hrifinn af manninu þá skultu moka í hann ljóðum
og hérna það dugði ekki. Ég þorði aldrei að sýna honum alla ljóðabókina, þannig að þetta ég þor ekkert öllu, sko. Herðu, Ég voða huglaus líka. Já, þú ert að skrifa bók Hrafn. Hann féll frá fyrir aldur fram. Já. Var sérstakur maður og ábyggilega verið flókið mál að vera Hrafn. Mikil svona átök og stundum bakslagangur og hann var í maníu hálfgerðari í síðustu árin. Já. Ég held að enginn hafi getað Hrafn, sko, hann fór alltaf alla leið. Já. Þegar hann stofnaði Hrókin þá fór hann alla leið og frelsaði Grænland og frelsaði Ísland, fór í hvern einasta skóla og teldi skák og hann fór alltaf alla leið, þannig að það má segja að í maníunni hafa hann farið alla leið. Hann tók, ég hef ekki vita neitt, að því nú þekki ég maníu sjálf og ég haf farið oftar í maníu heldur en þessa sem ég var að segja frá þegar ég var 20, sko. Ég fór aftur í svona lífshættulega maníu en þær hættu eftir svona 3 mánuði og svo komu þær aftur kannski og voru þá aftur í nokkra vikur eða mánuði, en Hrafn, blessu sé minning hans, sko, að hann var í maníu, ég hef aldrei vitað neitt sem var jafn lengi í maníu eins og hann. En síðustu árin, það var bara 3 ára eða eitthvað? Já, ég hugsa það, sko. Og það þarf óbóðslegt þrek til að vera í maníu. Þetta er sjúkdómur sem spænir upp persónuleikan, spænir upp líkamlegt ástand og... En það var hann bara tálgaður algjörlega? Hann var bara algjörlega tálgaður síðustu... Það er það sem að spænast upp og vera tálgaður, það er náttúrulega sama orðið, sko, þakkaði fyrir. En hann fer inn á geðdeild og kemur út eiginlega bara í sama ástandi. Já. Ég er búin að vera í einhverju barátt inn á geðdeildin að hafna allri meðferð og vill ekki fara úr maníunni og kemst einhvern veginn út á geðdeildinni í maníu. Já, hún náttúrulega tókst allt sem hann datt í hug. Nei, en hann bara, þetta var þannig að hann tók ekki meðferð og eins og maður segir, hann vildi ekki meðferðina og honum tekst að komast út og er þá jafn veikur og þegar hann fór inn. Eða með geðræna áskorun sem heitir núna, og ég er búin að hugsa mjög mikið sko, hvaða geðræna áskorun er þetta, að því ég lít svo á að þetta sé í mínu tilviki, þá tala ég fyrir sjálfa mig, að þetta sé sjúkdómur, lífshættulegu sjúkdómur, og ég á marga vini sem hafa tekið lífsitt, að því þeir þjáðust af þessum sjúkdómi. Og ég á marga vini sem hafa veikst af krabbamenni og Hrafn til dæmis, hann talaði við einhvern lækni mörgum mánuðum áður en hann veiktist af, hann var greindur með krabbamenn, hann spurði, það er eitthvað í hálsinum á mér, hvað getur það verið? Og læknirinn gaf honum bara geðlyf eða sagði þetta er ekki neitt og þetta jafnar sig og eitthvað álíka. Þannig að það er ekki tekið mark á fólki með geðsjúkdóma og það er alveg skelfilegt. Þannig að þarna ef að krabbamenni hefði uppgötast fyrr þá hefði hann kannski fengið einhvern lengri tíma. Það leiði náttúrulega mjög skammi tími frá því að þetta greindist og þá til hann var bara dáinn. Já, bara nokkri mánuðir. Já, örfáir mánuðir. Já, örfáir, eiginlega bara 2 mánuðir. Þetta var litla barnið sem að þú hélst á? Já, ég var alltaf að passa Hrafn. Og Hrafn var svona gleðigjafinn í fjölskyldinu þegar hann fæddist bara brosandi og glaður. Og síðan verður hann það var lína stríðsstúlkan þú, síðan týndi Ídlugi og svo kemur gleðigjafinn sem allir elska. Já, sem allir elska.
Engin átök, Hrafn fær ást systkina sinna og foreldra sinna. Nei, Nei. hann verður svo þjakaður að Hrafn að það engu lagi líkt. Og þegar hann 11 ára þá kemur hann í sveit að Draungum og Anna Jakobína sem hafði átt 14 börn og hugsaði fleiri börn, að hún sagðist aldrei hafa séð jafn þjakað barn eins og Hrafn. Og ég held að þetta náttúrulega hann átti engan pappa, við áttum samt, eins og mamma sagði, við áttum þó allavega einhvern skrítin pappa, en Hrafn átti engan pappa og mamma var bara líka orðið þreytt og hún var að vinna fyrir okkur sem sagt á mokkanum og þurfti að vinna mjög mikið til þess að sjá fyrir 3 börnum og svo 4. barninu og hérna þannig að Hrafn held ég hafi ekki fengið neina ást náttúrulega frá mömmu, þetta náttúrulega erfitt að segja þetta því að hann var líka mömmustrákur og þau áttu mjög margt sameiginlegt, þau sátu á kvöldin og töluðu það hvernig þau gætu gert heiminn betri, hvernig þau gætu safna nógu mörgum milljónum fyrir UNICEF og Jemen og Sýrland og allt þetta og það alveg skrítið að ímynda sér að svona samband að þarna hafi þau setið og hérna hún tókst nú aldrei að koma með mig til Grænlands, hann reyndi mikið að gera það en það var svona, já þarna hafa þau setið en Hrafn varð náttúrulega þjakaður og hann bar alltaf einhvern harm í brjósti sem að sé dramatískur og þarna held ég að hans flækjur hafi byrjað en sko Hrafn var alltaf glaður fólk sko þó hann hafi verið skjálfandi og nötrandi og erfiður og hérna hún hafi drukkið og það allt saman sem að innifallið í því að þá var hann alltaf glaður og hann var kátur og hann var fyndinn og hann misti aldrei húmorinn. Og lífslogin í honum var stór. Já, lífslogin í honum stór. Maður sá hann aldrei það sem að var bara eitthvað skar á kertinu sko. Nei, og þegar ég kvart hann í síðasta sinn og ég var síðasta manneskjan sem hann kvatti fyrir utan eiginkonu sína að þá var hann brattur. Þú veist, hann var ekkert að kvenka sér, hann spurði bara frétta og hann sagði þú lítur vel út og hvað í fréttum og hann eins og þeir segja hann var á sjúkrahótelinu og nætuverðinir, ég hitti nætuverðina fyrir tilviljun núna í fyrradag og ég sagði já þið hafið vantilega hitt Hrafn og já sagðu þeir og hann var alltaf brattur, sama hvað kvein á honum. Að þá var hann húmorinn fór aldrei og hérna og barátta, það var svona barátta í honum ofboðsleg barátta og ofboðsleg sama hvað barátta hann tók, hann fór alltaf alla leið og hérna ég held að yfirleitt þá hafa hann unnið baráttuna og þó hann hafi ekki unnið hana þá vann hann samt að því leyti að hann gafst aldrei upp og þó hann hafi gefist upp að þá má segja hann hafi unni stríðið. Þú getur ekki alltaf verið í stríði, þú þarf líka að fá hlýju og það eitthvað að halda utan þig og eitthvað svoleiðis. Já. Það ekki bara alltaf að vera alltaf í stríði. Nei. Og Hrafn var svolítið alltaf í stríði. Já. En hann átti líka góðar konur sem að kannski pössuð upp á hann stundum. Já, margar konur. Já, maður verður að eiga margar konur í stríðinu. Þess vegna hef ég ekki alltaf unnið öll stríð, sko. Já. Talandi svona baráttur, mammaðinn komið við sögu hérna. Já, og hún stóð í baráttu, heillaðist af arabíska heiminum. Já. Og safnaði peningum fyrir konur í arabaheiminum. Já, börn. Fyrir þann tíma þá tóku þátt í því að stofna félaginstara foreldra. Jú, við vorum. Sem að voru á þeim tíma, því miður hafa þau lognast út af, en voru stórmerk samtök. Já, byggðu hús
og við vorum alveg upp í það að sleikja frímerki til þess að senda hérna sem sagt hingað og þangað og fólki til þess að biðja peninga og biðja stuðning og við vorum alveg upp í þetta sem sagt. Þannig það var barátta í móðinni? Já, hún var mikil baráttu kona og ég veit ekki, ég held að hún hafi bara fengið það frá, ég veit það ekki, hún talaði nú oft að hún ætti ekki, að foreldrar hennar hefði verið erfiðir henni en þau voru náttúrulega algjört sóma fólk eins og maður segir og hérna mamma kom úr góðum jarðvegi þó að líka þar hafi verið, það allstaðar eitthvað sem maður má betur fara en hérna hún kemur upp úr góðum jarðvegi og hún svona ofboðslega baráttu kona að hérna að síðan þegar hún fer úr félagi einstæðra foreldra, hún stofnaði skóla fyrir stelpur í Jemen sem náttúrulega bara ótrúlegt að hún skulle hafa gert og hérna Þú varst að lýsa pabbanum á þann þá var eins og verið að lýsa ykkur sem hefði hætt að berjast og dáið af efasemdum. Já, ég held allir hann hafi ekki verið bara baráttum maður líka að berjast fyrir því að geta skrifað og vegna þess að stundum bara getur maður ekki skrifað og ég til dæmis að því núna ég að skrifa Hrafn og ég var nýbúin að fá nýra og það ekkert hægt að segja að maður sé á sjúkrahóteli og geti skrifað og ég búin að senda þetta til forlagsins og þeir segja þetta fínt og halda áfram með þetta þannig að hérna það alls konar barátta sem við stöndum í og ég einhvern tíma skrifaði niður allar baráttur sem ég hafði staðið í og sýndi þetta manni hjúkrunarfræðingi á heilsustofnun og þá sagði hann þessi fleygu orð við erum öll að berjast og hérna stundum berst maður í sjónvarpinu eða opinberlega en fólk alltaf í sinni baráttu og mér finnst þetta svolítið gott að því ég var komin hérna með það að ég væri að berjast og aðrir stæðu ekki jafn mikið til baráttu en við megum vita það að við erum öll að berjast og við höfum sigur, við ölum upp börn og hérna við eldum havragraut og það allt saman. Bókin Hrafn verður þetta 7 bindi eins og Jóhann Kristófer? Já það verður þetta svona fjölskyldusaga. Það væri náttúrulega gaman að skrifa 7 binda sögu hann og kannski verður það þannig, ég veit það ekki og þá svona included sagan föður okkar og allt, þá gæti ég alveg sleppt fram að mér beislinu. Hrafn náttúrulega persóna í svona, þetta ekki á miðaldur svona skálkasaga, hann ferðaðist og hérna átti samskipti við æðstu menn þjóðarinnar og hérna þá sem að voru veikastir og allt þar á milli sko. Þannig að ef maður myndi ferðast með Hrafni íslensk samfélag þá myndi maður kynnast íslensku samfélagi frá öllum hliðum. Já. Á þess að ég sé að reyna ít á eftir að búa til svona skálkasögumann. En þú ætti náttúrulega að skrifa þessa sögu vegna þess að ég, hérna, þú kynntist honum þannig. Ég að skrifa sögum bróðum minn drengi sem að þú hélst á og hérna drengi sem studdi mig alveg út í það óendanlega og ég hefði ekki getað orðið svona fýtt rithöfundur og ekki getað gefið út nema vegna þess að Hrafn, hann kynnti mig fyrir Jón Óskari, hann kynnti mig fyrir Prentmed, hann las yfir fyrir mig, hann hjálpaði mér að gefa út. Hann var alltaf, og í persónulegu málu þá hafði hann alltaf einhverja skoðun, ég gæti alltaf hringt í hann og hann hafði alltaf einhverja skoðun á málinu og alltaf einhverja skoðun mér í vil og mér langar svolítið að skrifa bróður minn og samband okkar, einhvern veginn bara, ekki vera að hafa, ég lít svo á að systkini mín geti skrifa sína sögu hann, en þetta á ekki að vera svona eitthvað uppgjör til dæmis sjálfræðissviptingu eða þú veist, kannski skrifaði bara ekkert það.
Þannig þetta er sagan hrafn í þér. Já, allir það ekki. Og hérna bara af virðingu við hann og skrifum góðu hlutina og að því Hrafn, hann var alveg yndislegur, hann var góðhjartaður, hann var glaður, þótt hann ætti sína slæmu stundir eins og við öll bara, að þá, hann var með þessa gleði, ég og Illugi, við áttum ekki, við erum bæði kátt, sko, en Hrafn átti þessa gleði sem að hérna, sumir eru glaðir heldur en glaðar en aðrir. Það er mismunandi tónnin í fólki, sumir eru selló og sumir eru kontrabassar en sumir eru skærari. Já. Stundum finnst maður þetta að vera eins og svona lífslogi, sko. Já. Það er bara stærri lífslogin í sumum, sko. Já, það var lífslogin. Garpi var, Hrafni, hann var ótrúlegur. Já, hann var svo stór að það voru margir sem að hlýjuðu sig við hann, sko. Já. Saknar þess að geta ekki hringt í Hrafn? Jú, ég sakna þess mjög mikið. Já. Ég hef ekki grátið síðan hann dó. Nei, það kemur að því að ekki. En ég er ekki mjög góð í að gráta. Það kemur að því að ekki, að þú grætur. Hefur þú grátið móðinn og föður? Nei. Ég bara græti ekki, þannig að ég er alltaf að bíða. En hefur þú grátið yfir þínum eigin raunum? Nei. Þú bara grætur ekki? Nei, Þorgeir Rúnar Kjartansson, saxofónleikari, hann dó krabbamenni, hann var mannískur og hann var ljóðskáld og hann var svona eins og Hrafn, sko, stórkostlega maður og hann deyr sem sagt mjög ungur og þegar hann dó að þá hérna fyrir ég að gráta og þá segir Garpur sonur minn, mamma, þetta er í fyrsta skipti sem ég heyri þig gráta almennilega og þannig að ég grét ekki þegar afi minn dó og ég ætlaði að fara að gráta þegar að Halldór Laxness dó en þá hringdi vinkona mín og truflaði grátin að því Halldór Laxness var einhvern veginn meistari minn og ég ætlaði að gráta hann og svo grét ég yfir því þegar að Hallgrímur Helgason misti litla afastelpu sína þannig að mér fannst það svo sorglegt og að litla barni fengi ekki að lifa og ég þekkti ekkert þetta barn en það bara kannski var ég að gráta litla barnið í mér að því ég finn að þó við séum hinn í viðtali þá á ég samt svona erfitt með að leggja mig á borði og segja já ég átti rosalega bágt þetta var ofsalega erfitt, þetta var mikil þjáning og það var hérna bara maður skildi komast lifandi út úr þessu og án þess að vera eyðilegur andlega og maður var náttúrulega eyðilegur andlega vegna þess að ég verð geðveik þegar pabbi minn deyr og hérna þannig að og maður átti enga sjálfsmyndin var í mólnum og maður elskaði bara menn sem voru vondir við mig og þannig að þetta var náttúrulega og mamma hún í bókinni minni ég veit ekki hvort þú hefur lesið en þá er kaflinn það þegar hún sagði þú ert svo ljót og leiðinleg Elisabeth og þetta var alveg á tímabili og ég sat undir þessu og hérna þannig að tókst þetta sem vega nesti út í lífið já og nei en Hrafn allavega ég man ekki hvað við vorum að tala á undan þessu en hann var svona glaður og hann var glaður þegar hann var lítill og hann var glaður þegar hann fullorðnaðist og hann var svona sumt fólk hefur þessa gleði í sér sumt fólk hefur dramatík í sér og það er ekkit verra eða betra en hérna ég hef alveg séð þetta í fjölskyldum sko, sumir eru kátir. Hrafn skrifaði eiginlega of lítið ekki? Jú, hann var þjáðist af efasem. Já, fekk það frá föður sínum. Hann er með heilt handrit sem liggur eftir hann og hann vildi ekki gefa það út af því hún fannst það ekki nógu gott. Og þetta er stórkostlegt ljóða handrit
svo ég segi það nú bara og það geymt hjá forlaginu að ég vona að Egill hafi tekið það með sér þegar hann fór eða skilið það eftir. En Hrafn var mjög gott ljóðskáld en hann var ofboðslega krítiskur á sjálfan sig en hann var með hennan fína tón sem að engin annar hafði og já. Nei, Elisabeth, heyrðu. Er það ekki? Þú þurft að fara aftur á hælið. Já, sjúkrahótelið. Með nýra þitt. Já. Þetta er þreytt. Þau eru þrek til þess að sitja svona lengi og tala. Já, mér finnst það bara rosalega gaman að tala um sjálfa mig og tala um það sem ég þykir vænt og ég geti alveg setið hérna bara heil lengi og talað um í skáldskap og hvað ég sé að skrifa um og vini mína og vináttuna og edrúmennsku og hvað get ég talað um fleira, þannig að ég verði eiginlega að koma aftur. Já, við kallum þetta Elisabeth Jökulsdóttir part 1. Já. Þetta viðtal. Svo sjáum við seinna. Ok, skan. Takk fyrir að koma hingað. Já, takk fyrir.